Við erum stödd hér í flottasta fjárhúsi Siglufjarðar en hér eru rúmlega 90 kindur á húsi. Haraldur Björnsson, þú ert eigandi þessa fjárhús. Já, ég eigandi fjárhúsins. Hvernig gengur búskapurinn? Bara mjög vel, bara fram úr öllu vonum. Þið byggðu þetta fjárhús árið 2011 en þá hafði sauðfjárhald verið bannað hér á Siglufirði til 40 ára. Sjá okkur aðeins frá því. Það var bannað hérna út að riðu en það var aldrei riða hérna í Siglufirði. Og ég barðist fyrir þessu í 7 ár og ég fekk loksins leyfi. Og nú er húsið komið upp. Nú er húsið komið upp og kindurnar komnar á hús eftir sumarið. En þú ert ekki einn hérna með allar þessar kindur? Nei, við erum 7. Við erum 7 hérna. Það er sparisjóðsstjórinn, lögregluþjónn og svo eru svona útgerðarmenn og það eru margir góðir hérna konir í húsi núna. En þið eru sem sagt svokallaðir hobbybændur hérna. Eru allir sem sagt í öðrum störfum, þannig að þetta er nú svona, þið eru að sinna þessu svona meðfram öðru. Já, þetta er nú verða meira en hobby held ég þegar maður komið 90. Þetta er svolítið mikið vinna, en gaman. Þú ert með 11 kindur hérna. Hvers vegna ert að standa í þessum búskap? Þetta hefur verið áhugamál mitt og í rauninni okkar hjóna í mjög langa tíma. Okkur er nú oft langað til að flytja í sveit en þetta er svona næsta skrefi við það. Hvað er svona gefandi við sauðfjárbúskapinn? Já, það er nú ýmislegt. Þessi draugur hefur verið í mér síðan að ég var barn. Ég var nú alinn upp á stóru leyti af mínum ömmu í sveit í Ólafsfirði og hef aldrei beðið þess bætur þannig. Og svo í fyrra þá var borin upp tillaga á mínu heimili hvort að við ættum að fá kindur og tillagan var felld á jöfnum atkvæðum. Þannig að ég lék aðeins á hana og gaf barnabörnunum mínum 2 sín hvora kindina. Það byrjaði svoleiðis. Og það var farið út í kynjamismunum. Ég gaf bara stelpunum en ekki strákunum. Og þetta hefur bara gengið prýðilega og hún nýtur sín hérna mjög vel í þessu stelpan. Önnur hinir í Reykjavík eða Hafnarfirði og kemur ekki eins oft. Þið alið kindurnar svolítið mikið á brauð eða ekki? Jú, við gefum kindunum rosalega mikið brauð og hænu er svolítið að okkur og það er nóg bara orðið að kalla í þær þá koma þær til okkar. En hvernig smakast kjötið af svona brauðkindum? Já, það þarf ekki að nota mikið rasp á kótiletuna allavega, en þetta blessast allt. En þetta er mjög glæsilegt fjárhús hérna hjá okkur. Það vekur athygli þegar maður kemur hérna inn í bæinn. Þetta blasir við hérna á vinstri hönd. Þið eru með skemmtilegan fána sem þið flaggið hérna og svo kallið þið húsið Bóhem. Hvers vegna? Það er bara svona stytting á nafninu. Þetta heitir Lambafen og svo er það Bóhem og ég kalla það stundum Halli Bó. Svoleiðis að þetta er mjög gott. En er skemmtilegra að eiga við kindurnar heldur en fiskinn? Já, það er allt öðruvísi. Ég er nú eiginlega búinn að fá nóg af fiskinn. Ég var nú sjós í 25-30 ár og það er svo helvíti kalt núna á sjónum, þannig að ég er nú hættur því bara. Betra að koma hingað inn í kaffi og ylinn frá kindunum? Já, það er mun huggulegra að sitja hér á garðabandinu og fá sér síðan kaffi. En þetta er hrikalega flott fjárhús hérna hjá ykkur. Það er nú ekki mörg fjárhús sem að státa svona flottir kaffistofu og listaverkum upp alla veggi. Já, þetta er rosalega gaman. Við erum með listaverk hérna frá bæði dóttur minni og Öllu Siggu og þetta er bara mjög glæsilegt að verða hjá okkur. Við erum bara mjög stoltir yfir húsinu. Já, þið leggið mikið upp úr því að hafa þetta smart og flott. Já, þetta verður að vera snyrtilegt, bæði fyrir bæjarbúa og aðra. Og mér skilst að það séu nú stundum veislur hérna, það er gestkvæmt hérna. Já, það er mikið veislu. Við erum eldum hérna síi, fisk og höfum bara gaman. Þetta er æðislegt. Góður félagsskapur. Þannig að þetta er bara svakalega gefandi að geta verið innan dýrin og í rauninni komast aðeins svona frá amstri dagsins og gleyma svona leiðilegum atvikum og í rauninni ná að hreinsa hugann. Er ekki miklar annir framöndan hjá ykkur eins og öðrum sauðfjárbændum? Það þarf að fara að hleypa til eða ekki? Jú, það er nú skemmtilegasti tíminn finnst mér sko, en sumum finnst hérna sauðburðurinn skemmtilegastur en þetta er bara svona. Þetta er lífið. Þú ert hrifnastur af þessum tíma sem er framöndan? Já, ég er hrifnastur af fengitíman, það har alltaf verið það sko.
Það er ekki spurning.